Velkomin í jógan, kæru jógar. Við ætlum að taka saman tíma sem ætti að henta flestum. Ef við eigum gubba og bönd og annað svoleiðis og vitum að við viljum gjarnan nota það, þá ekki til fyrirstöðu að hafa það svona á kantinum, en líklega ættum við að komast í gegnum þennan tíma aðeins að nota nokkur hjálpartæki. Við skulum byrja á því að fá okkur sæti, setjast með krosslaða fætur, setja úrinn af stað ef það hérna málið. Það er alltaf að skrá allt sko í dag. En jóga. Skulum byrja á að loka þessu augunum. Draga djúpt andann. Og losa okkur bara svona aðeins við. Allt sem við getum hafa tekið með okkur inn í tíman og þjónar okkur ekki. Við ætlum að teygja vel úr okkur, aðeins svona að reyna á styrkinn okkar. Hafa svolítið hefðbundna uppbyggingu á tímanum. Við ætlum að taka upphitunina með sólarhyllingunum. Við ætlum að taka standandi stöður. Við ætlum að reyna þessu á jafnvægið. Við ætlum að beygja okkur aðeins fram, aðeins að fetta bakið og allt þetta sem tilheyrir góðum jógatíma. En við byrjum á því að lenda fyrst. Stilla andardráttinn okkar. Við höndum inn og út nefið. Við notum það sem merki að við þurfum að hægja á ef við þurfum að fara að anda mikið með munninum. Við reynum að hafa axlirnar slakar. Setjum okkur þann ásetning að vera akkurat bara hér og nú meðan við gerum stöðurnar, meðan við erum í jógatímanum. Reyna að tengjast okkur sjálfum, líkamannum, bara hvernig okkur svona almennt líður. Jóga er frábær leið til að losa sig við alls konar spennu og líka með annarri hreyfingu, svona til að teygja úr eymslum og stirðleika sem að fær til dæmis eftir hlaup, göngur og lyftingar. Við skulum anda djúpt að og teygja hendurnar hátt upp fyrir höfuð, teygja okkur svona aðeins upp á mittinu. Halla okkur svo aðeins fram og aftur. Teygja okkur vel upp. Anda frá. Losa þetta alveg niður. Við skulum koma á fjóra fætur. Lyfta hrygginn. Mjög klassískt að byrja jógatíman okkar á að gera köttinn og kúna. Þetta er líka bara frábærar hreyfingar. Við skulum gera 5 sinnum. Við höndum að. Gerum okkur stóra krippu. Drögum ferðablöðum að rauna vel í sundur. Drögum undir okkur rófuna, drögum hökuna inn. Og svo ýkjum við svolítið fættuna, kreistum saman vöðvana í mjóbakinu, þrýstum í gegnum lófa, horfum upp, rófan upp. Og anda að, opið krippu, anda frá, gera fættu, anda að, anda frá, anda að, anda frá. Síðasti, anda að, anda frá. Hérna skulum við færa okkur aðeins aftar, setja hendurnar aðeins framar. Setja ennið hérna niður, teygja vel úr handleggjunum, teygja vel úr öxlunum. Teygja hægri aðeins betur fram, vinstri aðeins betur fram. Anda hér inn. Opna vel handakrypuna.
nudda okkur rólega til baka. Koma hérna aftur upp á 4 fætur. Við ætlum að liðka axlirnar aðeins betur. Við ætlum að þræða nálina, við ætlum að losa vinstri höndina. Opna faðminn, snúa vel upp á okkur þegar við öndum hér inn. Anda frá, þræða hérna í gegn. Við svona stöflum öxl ofan á öxl. Finnum hvernig við teygjum úr höfðablaðinu hérna vinstra megin. Öndum af. Opna hér. Þræði í gegn. 2. 3. 4. 5. Stillum okkur svo aftur af. Skiptum yfir í hægri. Teygjum hægri höndina vel upp. Þræðum í gegn. Innöndun. Fráöndun. 2. 3. 4. 5. Alveg vel ljómandi gott. Hérna skulum við svo setjast aftur á hælana og setjast í barnið. Liðina fram í barninu. Hristum svo í gegnum lófana, setjum tærnar undir okkur, lyftum okkur upp í fyrsta hundinn, setjum hælana niður, ítum hnésbótunum út í kosmosin fyrir aftan okkur, snúum jafnvel aðeins þannig að innanverð lærin snúi líka út í kosmosin fyrir aftan okkur. Eyrun og upphandleggirnir mætast þegar við hreyfum höfuðið til, við horfum aftur á milli fótanna. Það er mjaðmabil á milli fóta. Handleggirnir eru sterkir, lófarnir sterkir. Fingurnir hjálpa líka til. Andardrátturinn okkar rólegur og jafn á inn- og útöndun, inn- og út nefið. Lyftum okkur svo upp á tær. Höfum hnén mjúk og röltum svo hérna fram á dýnuna og risum okkur upp og komum upp í að standa bein. Við ætlum að taka allar útgáfur af sólarhyrningunni í dag í þessum tíma. Við ætlum að taka 2 umferðir af hverri og einni. Við ætlum að byrja á klassísku sólarhyrningunni. Þá byrjum við á að standa bara með mjaðmabil á milli fóta, erum bein í baki, sleppum axlunum niður, hálsinn slakur, tökum högguna aðeins inn. Við öndum að, teygjum okkur upp, horfum upp á þumlara hérna. Öndum frá, beygjum okkur fram, setjum lófana í gólf, horfum aftur. Öndum að, lyftum okkur upp í hálfa lyftu, setjum lófana bara inn á sköfnungana, bakið flatt, horfum fram. Öndum svo frá þegar við setjum lófana í gólf og stígum aftur með hægri fótinn. Rétt tyllum bara hnénu hérna í gólf, horfum upp og öndum að hér. Öndum frá þegar við stígum aftur með vinstri fótinn líka, erum í plankastöðu. Höldum hér í okkur andanum, komum niður á hnén og svo smegjum við okkur hérna í gegn. Það er ennið, það er brjóstkassinn komin í gegn hérna og lyftum okkur upp í kóbrastöðu. Þá eru mjaðmirnar á gólfinu, við erum bara að fetta bakið, horfum upp. Hér er innöndunni. Fráöndunin kemur í hundinn aftur. Við stoppum í hundinum.
horfum aftur á milli fótanna. Við öndum svo að, þegar við losum hægri fót, lyftum honum aðeins upp, stígum fram, setjum vinstra hnénu hérna í og öndum að hér. Öndum frá þegar við stígum fram með vinstri, að í hálfa lyftu, frá í frambeyguna. Innöndum, stöndum upp, fráöndum, upphafsstaða. Gera þetta hinum megin, öndum að, teygjum upp, fráöndum, frambeygjan, innöndum, hálfa lyfta, fráöndum, lófar í gólf, vinstri stígur aftur, tillum hnérinn hérna aðeins niður, innöndum hér, fráöndum, hægri stígur aftur, plankastaða, höldum í okkur andanum, niður á hnén, komum hérna í gegn, innöndum, kóbrastaða. Fráöndum, hundurinn, innöndum, lyfta vinstri, fráöndum, stíga fram, öndum svo að hér. Fráöndum, hægri stígur fram, innöndum, hálf lyfta, fráöndum, djúp frambeygja, innöndum, stöndum upp, fráöndum, upphafsstaða. Önnur umferð, öndum að, teygja upp, anda frá, frambeygja, innöndum, hálflyfta, fráöndum, hægri stígur aftur, innöndum, horfa hér upp, fráöndum, stíga aftur í plankan, halda andanum, niður á hnén, rúli gegn, innöndum, kóbrastaða, fráöndum, hundur. Innöndun, lyfta hægri fæti, fráöndun, stíga fram, anda að hér. Fráöndun, stíga fram, innöndun, halva lyfta, fráöndun, frambeygja, anda að hér, anda frá. Hinum megin, innöndun, fráöndun, frambeygjan. Innöndun, hálfa lyfta, fráöndun, vinstri stígur aftur, innöndun, horfum, fráöndun í plankan, komum niður á hnén, drögum okkur í gegn, öndum að í kóbrastöðu, öndum frá í hundinum, innöndun, losa vinstri, lyfta upp, anda frá þegar við stígum fram, anda að þegar við horfum hér upp. Fráöndun, stíga fram, innöndun, hálflyfta, fráöndun, djúp frambeygja, innöndun, standa upp, fráöndun, upphafsstaða, losa hendur. Gott. Við erum að byrja að byggja upp hita í líkamanum og ætlum að skipta núna yfir í Surya-Namaskara A. Færum fætur alveg saman, stöndum í fjallinu, bein í baki, stökkum rófunni niður, lyftum grindabotninum aðeins upp og ýtum saman. Meðan á beinunum hafa smá spennu á kviðvöðvanum, öndum að og teygjum okkur upp. Öndum frá í djúpa frambeygju. Innöndun, hálfa lyfta. Við getum líka verið með fingurbómana bara hér í hálfu lyftunni, flatt bak og horft fram ef það í boði. Fráöndun, skila lófunum í gólf og stíga eða hoppa aftur í plankastöðu. Höldum í okkur andanum hér, sígum niður í armbeina, rúllum hérna yfir ristarnar og erum í upphundi. Þá erum við armarnir á lofti, við erum á ristunum, spenntir vöðvarnir framan á lærunum, horfum upp, öndum að, öndum frá þegar við ýtum okkur svo aftur í hundinn, stoppum hér fyrir 5 andardrætti. Stillum af hundinn okkar, meðan á breidd milli fóta, tærnar vísa fram, hælarnir niður í gólfið, rófan hæsti punkturinn, bakið flatt, notum vöðvana í kringum axlirnar til þess að
halda okkur uppi, handleggirnir líka sterkir, hendurnar, höfuðið samt slakt og við horfum aftur á milli fótanna. 3, 4, 5, á innöndun, upp á tær, mjúk hné, fráöndun, stíga hoppa fram, innöndun hálfa lyfta, fráöndun, djúp frambeygja, anda að, koma hérna upp, fráöndun, upp á stað, aftur, anda að, teygja okkur vel upp, anda frá í frambeygina, horfa aftur á milli fótanna, innöndun hálfa lyfta, fráöndun, stíga hoppa planka, halda andanum, beygjum vel armana alveg eins neðarlega við förum, rúlla yfir á ristarnar, í upphundin, ít okkur aftur í hundin, á fráöndun, stillum hundin af, fyrir 5, 1, 2, 3, 4, 5, á innöndun, upp á tær, mjúk hné, fráöndun, stíga hoppa fram, innöndun hálflyfta, fráöndun, djúp frambeygja, anda að, koma upp, anda frá, upp á stað. Við ætlum svo að taka líka Surya Namaskara B, 2 umferðir af henni, förum hægt og rólega í gegnum fyrstu umferðina. Við byrjum á að setjast niður í stóli, beygjum við hnén og við þurfum að láta fingurgómana snerta hérna gólfið, þá vitum við að við erum komin í rétta dýpt á sætin, sveiflum við handleggina upp, þeir stoppa hérna til móts við eyrum, við horfum fram hér, við öndum að. Við öndum frá í frambeygina, að í hálfa lyftu, frá stíga hoppa plankan, halda andanum, komum niður, innöndun, upphundurinn, fráöndun, hundurinn og það sem við gerum öðruvísi hér er að snúa núna vinstri fætinum aðeins út, sveifla upp þeim hægri og stíga fram með hægri, komið upp á innöndun í stríðsmann 1. Pössum að hnéð rúli frekar út, hendurinn inn, þeim að sjá í stóru tánna, stígum fast í aftari fótinn, horfum upp á milli handana, tökum bara einn andardrátt hér, gerum það næstu umferð og svo öndum við frá, lófar í gólf, stígum aftur í plankan, tökum aftur armbeygju, fram í upphundin, aftur í hundin, snúum núna hægri aðeins út, lyftum vinstri, stígum fram með vinstri, upp í stríðsmann 1, djúpan andardrátt hér. Skila höndum niður, stíga aftur í plankastöðuna, halda í okkur andanum hér, beygja armana, rúlla í gegn, innöndun í upphundin, fráöndun í hundinum og hér tökum við 5 andardrætti. Stillum af hundin okkar, 2, 3, 4, 5, á innöndun upp á tær, mjúk hné, fráöndun, stíga hoppa fram, upp í sætið. Flott, anda að og upp. Frábært.
Svo gera þetta aftur til að ljúka uppbytuninni, fætur saman og við setjumst. Fingur koma aðeins snerta, handleggirnir upp, anda að. Frá í frambeygina. Að í hálfa lyftu. Frá stíga hoppa planka. Sterkur planki, síga rólega niður í armbeygina, rúli við ristarnar. Innöndun í upphöndinum. Fráöndun í höndinum, snúa vinstri hérna út, sveifla hægri upp, stíga fram og innöndunin kemur hér. Anda frá, hendur í gólf, stíga aftur í plankan, síga niður, fram í upphöndin, aftur í höndin, hægri fótur útskefur, upp með vinstri, stíga fram með vinstri, anda að hér, anda frá hér, skila höndum, stíga í plankan, taka armbeygina, upp höndin og höndin fyrir 5. Munum, öndum með nefinu, þetta er krefjandi. Við fylgjum bara eins og við getum. Þrír, 4, 5. Innöndun upp á tær, mjúk hné, fráöndun, stíga, hoppa fram, koma upp í sætið, anda hér að og frá. Þá erum við búin að klára uppbytunina okkar og erum svolítið búin að svona byggja upp hita í líkamanum og örva svolítið taugakerfið. Þannig að við ætlum strax að róa það niður því að við viljum ekki standa hérna á endinni eða vera með svona allt einhvern veginn í streitu ástandi. Þannig að við ætlum að taka tréð. Við ætlum að stíga vel í vinstri fótinn. Taka hægri fótinn hérna upp. Setja elina hérna á innanvert vinstra lærið og pressa vel saman. Setja hendurna saman í bænastöðu. Við tökum 10 andardrætti hér. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Losa hendur, skila fætinum og svo skipta. Við ætlum að skjóta rótum hérna á hægri fætinum, stíga vel í allan fótinn, við stígum í stóru tánna, við stígum í litlu tánna og allar þar á milli, stígum í hælinn. Hnéð er samt mjúkt, við passa að læsa ekki hnénu. Tökum svo vinstri fótinn hérna upp, pressum hann hérna vel innan á lærið. Tökum hendurnar upp í bænastöðuna og endum rólega. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
losa hendur. Losum fótinn. Við ætlum að taka nokkrar standandi stöður. Við stígum fremst á hífuna. Stígum í hægri fót. Aftur með vinstri fót. Hællinn er svona cirka bát á móti iljabóganum og aftari fætinum. Neðans útskefur aftari fóturinn. Fremri fóturinn vísar beint fram. Við sjáum í stóru tanna þar sem hnéð rúlla ekki inn. Þannig að snúa efri hluta líkamans á hlið, taka handleggina upp, horfa frá. Stríðsmaður 2. Öndum að og frá. Sterkir fætur, stígum vel í aftari fótinn. Líka í svæði frá litlu tá aftur í hæl. Hálsinn langur. Axlirnar samt slakar en sterkar, haldið til handleggjunum. 4. 5. Losa hendur. Nú snúa bara fótunum. Með vinstri snýr beint fram, hægri aðeins út, stillum af. Sökkum inn í stöðuna. Snúum efri hluta líkamans á hlið. Tökum handleggina upp og út. Horfum fram. Sökkum vel í stöðuna. Stígum vel í aftari fótinn. Fjórir. Og 5. Réttum okkur upp úr stöðun. Snúum aftur fótunum. Við ætlum að taka hliðarhornið. Við ætlum að renna hægri hendinni hérna niður, pressa saman öxlina og hnéð. Sveifla vinstri hendinni hérna fram og horfa fram. 3, 4, 5. Sveiflum hendinni upp, snúum fótunum. Sökkum inn í stöðuna. Vinstri kemur hér niður í gólf. Pressum saman öxlina á hnéð. Stígum vel í aftari fótinn. Sveiflum svo hægri hendinni hérna fram. Horfum. 1, 2, 3, 4 og 5. Losum hendur. Stígum upp. Og stígum fram. Finnum svona aðeins hvernig stöðurnar hafa virkað á okkur. Líkaminn ennþá heitur. Kerfið samt róast síðan við kláruðum sólarhyllingarnar. Við ætlum að fara næst í þríhyrningsstöðuna. Stíga í hægri fót. Aftur með vinstri. Ekki eins langt skref eins og í stríðsmanninum og hliðarhorninu. Spennum vel vöðvana framan á lærunum, stígum vel í báða fætur. Nú benda handleggina út, snúa lófanum fram, renna efri hluta líkamans fram. Svo ætlum við að stöggna hérna niður á stóru tánna, grípa utan um hana. Getum sett löngu töng og vísifingur niður á milli stórn og hinna við hliðina og lokað með þumlinum. Svo snúum við höfðinu og horfum upp eftir vinstri handleggnum. 2, 3,
4, 5. Réttum okkur upp og snúum aftur fótunum. Það var byrðið líklega jafnlangt í báðum. Spennum, sterkir fætur. Fyrsti þríhyrningurinn hér. Tökum hendurnar út og varum fram. Rennum efri hluta líkamans fram. Stefnum svo hérna niður til að grípa í stóru tann. Horfum svo upp eftir handleggnum og svo anda djúpt og rólega. Þrír, 4, 5. Veltum okkur upp. Flott. Stígum svo bara saman. Og hérna einhvers staðar á miðri dýnunni bara ágætt að vera. Við ætlum að taka næst jafnvægisstöðu sem heitir örninn. Það er best að ég sé á hlið þegar við förum inn í hana. Við ætlum að stíga í vinstri, beygja hnén, krossa svo hægri hérna yfir og stinga tánum hérna hringinn í kringum ökklann. Þannig að þið sjáið framan á og beygja fótinn, krossa hægri yfir og sting tánum hérna. Svo ætlum ég að krossa vinstri olnbogann ofan á þann hægri og taka hérna í þumlana. Þannig ef ég er á hlið í þessari stöðu og fara inn í hana núna sem sagt mjúkur vinstri, hægri ofan á, krækjum, vinstri olnbogi ofan á hægri, krækjum saman, tökum við þumalinn, opnum vel hérna á milli herðablaðanna, lyftum olnbogunum og ýtum þeim fram, 2, 3, 4 og 5. Losum og stígum upp. Við að gera þetta líka hinum megin. Stíga í hægri fótinn núna. Og hnéð mjúkt bogið vinstri yfir. Krækjum þá hérna. Út fyrir kálfann. Hægri olnbogi ofan á þann vinstri. Og lyftum upp. Sundum með herðablöðin. 2, 3, 4 og 5. Losa hendur, losa fætur. Glæsilegt. Svo skulum við stíga í sundur. Svona endilangri dýnunni. Rétta vel úr okkur. Þarna er vísa fram á báðum. Svo ætlum við að leggja vinstri hendina hérna niður á milli fótanna, svona ímynduð lína hérna á milli. Vinstri hendin fer þangað, svo sveiflum við hægri hendinni upp, horfum upp. Góð teygja innan á lærinu vinstra megin. 2, 3, 4 og 5. Réttum okkur upp. Hendur á með mér aftur. Tökum axlirnar aðeins aftur. Beygjum okkur svo fram. Hægri hendin á línuna. Hendin sterk. Svo sveiflum við vinstri hérna upp. Opnum faðminn, horfum upp eftir handleggnum. Teygjan innan á lærinu hægra megin. 1, 2, 3, 4 og 5. Afvindum okkur úr stöðinni og komum upp. Nú ætlum við að koma fremst á dýnuna og taka flæði. A-flæðið niður. Við öndum að og teygjum okkur upp. Öndum frá, frambeygjan, munum horfum aftur.
Innöndun hálfa lyftan, fráöndun, stíga hopp í plankastöðuna, höldum í okkur andanum þegar við tökum armbeina niður, rúlum fram, öndum að hér í upphundinum, öndum frá, í hundinum, stoppum þar, fyrir 5. Svo ætlum við að stíga vel í vinstri fótinn, losa hægri, teygja hægri fótinn aðeins upp, stíga svo fram með hægri og við komum upp hérna í framstig. Við erum upp á tánum og aftari fætinum, stígum vel í fremri fótinn, svo koma hendurnar hérna upp, leggjum lófana saman, spennum fingurna saman, leggjum vísifingurna saman og þeir vísa upp í loft, upp handleggina fram eyrunum fyrir 5 andardrætti hér. Pössum að axlirnar sé ekki alveg upp í eyrunum hérna. 3, 4 og 5. Losum hendur, lofar í gólf, stígum aftur í plankastöðuna, tökum armbeina, rúlum í gegn, öndum að í upphundinum, frá í hundinum, stígum vel í hægri fótinn, losum vinstri, stígum fram með vinstri, upp á tám og aftari fætinum, sökkum niður, handleggirnir upp, lófar saman, leggjum puttana saman, leggjum vísifingurna saman og beinum þeim upp í loft. Axlir síga niður frá eyrun, öndum 1, 2, 3, 4 og 5. Losum hendur, lófar í gólf, stígum aftur í plankastöðuna, tökum armbein okkar, við rúlum í gegn, í upphundin og í hundin núna fyrir 10 andardrætti. Setjum hælana niður, slökum á hálsinum og höfðinu, getum snert upp handleggina með eyrunum. Eftir 10 andardrætti, mikið með hnén, lyftum okkur bara aðeins upp á tær og látum hnén síga og koma hérna niður í barnið, setjumst vel aftur á hælana, kannski hefur ykkar barn hnén í sundur, þá gerum við það bara og leggjum reisum okkur rólega upp úr barninu bara til að leggjast á magann. Við ætlum að fara í bakfættur,
Við ætlum að gera til skiptis engisbrettuna og brúna. Þannig að við veltum okkur yfir á bakið á milli. Við ætlum að gera einfalda útgáfu af engisbrettinu í dag. Þar sem að við erum ekki með hendurnar undir líkamannum, heldur bara hérna niður með hliðum. Handleggirnir niður með hliðum, lófarnir snúa upp. Setjum hökuna í dýnuna, þannig við horfum fram. Færum fætur alveg saman, límum hælana alveg saman. Og á næstu innöndun ætlum við að lyfta fótunum, lyfta höndunum, lyfta brjóstkassanum. Svo við séum að ýta höndunum niður með hliðum. Tökum 3 andardrætti þessari umferð. Stóra. 1. 2. 3. Leggjast niður annan vangann, dýlum hjánum aðeins til og veltum okkur svo bara yfir á bakið. Þar sem við tökum brú, færum fæturnar að okkur þannig að við getum snert hælana með fingurgómunum meðan að breyta á milli fótanna. Síðan lyftum við upp mjöðmunum, bakinu, setjum axlirnar vel undir okkur, keyrum herðablöðin saman, spennum greiparnar undir líkamannum fyrir 5 andardrætti. 1. 2. 3. 4. og 5. Við losum hendur, afkrullum axlirnar, látum mjaðmirnar síga og svo snúum við okkur bara beint aftur yfir á magann. Við taka engisbrettuna, setjum hökuna í, hendur niður með hliðum, lófarnir snúa upp, færum fætur alveg saman, límum hælana saman og á innöndun upp með fætur, upp með axlir, brjóstkassan, teygjum hendurnar niður, 5 andardrætti núna. 1. 2. 3. 4. 5. Fætur síga, hendur síga, höfuðið niður á hinn vangann. Tökum hérna 2, 3, 4 og 5. Veltum okkur yfir á bakið, fyrir brú. Ég er boginn, við snertum hælana, svo lyftum við upp. Tökum herðablöðin saman vel undir okkur, spennum greiparnar, spyrnum fótunum vel í. 2. 3. 4. og 5. Losum hendur, mjaðmirnar síga. Veltum okkur yfir á magann aftur, við taka síðustu engisbrettina. Hakan í, hendur niður með hliðum, lófar snúa upp, himlarnir snerta hérna á okkur lærin því að við teygjum hendurnar niður eftir hliðunum. Hælarnir saman og á innöndun, upp með fætur, efri hluta líkamans. 1. 2. 3, við tökum 7 núna. 4. 5. 6. og 7.
Leggjumst á vangann, tökum ekki brún núna. Okkur dinglum bara fótunum til. Svo veltum við okkur aftur yfir á bakið. Hér ætlum við að draga hnén að okkur. Snúa hnjánum í hringi, rugga okkur í hringi. Hinn hringinn. Gott eftir svona bakfætur að nutta aðeins á sér bakið. Og eftir svona bakfættum eða líka bara eftir frambeygum er mjög gott að taka snúninga. Við ætlum að taka bara einfaldan snúning í dag. Við ætlum að taka handleggina út til hliðanna. Við ætlum að taka svo hnén upp hérna í 90 gráðurnar. Og svo ætlum við að láta hnén detta hérna yfir til hægri. Við fæturna saman, hnén saman. Höldum öxlinni í gólfinu. Við erum að snúa höfðinu og horfa út eftir vinstri handleggnum. Þannig teygju hérna inn í bakið og inn í síðuna þess. Ef hnén eru óþæg og vilja ekki haldast saman, þá getum við nota hægri höndina til að halda þeim hérna á sínum stað. Þrír. 4. 5. Rúlum okkur tilbaka. Hendurnar út til hliðanna. Hnén aftur í 90. Límum fæturna saman. Svo detta hnén hérna yfir til vinstri. Þessum að hægri öxlir liggja ennþá í gólfinu. Snúum höfðinu og horfum út eftir handleggnum. Og alveg horfa með lokuð augun. Fjórir. Og 5. Losum hendur, komum aftur tilbaka í miðjuna. Ég var áfram með hnén svona upp í 90. Við ætlum að taka hægri fótinn og leggja ökklan hérna á lærið rétt fyrir ofan hné. Ef við myndum rétta svona úr fætina, þá erum við búin að búa til tölustafinn 4. Þarf ekkert að rétta á fætina því við ætlum að stinga höndunum bara hérna í gegn og draga fótinn að okkur. Á okkur að teygja hérna utan á mjöðmina. Ef þið fáið mjög litla teygju og eru mjög liðug, þá viljið þið bara reyna að miða því að taka bara hérna í fótinn á hnén og leggja sköflunginn hérna þvert yfir kassan. Þeir sem eru orðin mjög stirð í mjöðmann og hlaupa of mikið eða sitja of mikið, þeir eru kannski bara ekkert annað en að toga bara svona í lærið. Svo hérna utan um hnén. Auka þess að teygjuna og kemur bara djúsi og falli teygja hérna inn. Það er svo sterkir vöðvarnir og liðböndin utan á mjöðmannina. Við tökum 10 góða andardrætti hér. Til að reyna að fá þetta allt saman til að gefa eftir við okkur teygja hans á. 6. 7. 8. 9. Og 10. Losum, skiptum. Það er oft mikill munur á milli hliða. Setjum vinstri upp eins og við viljum hafa hann. Tökum svo bara hérna
gegn hérna, alla leið utan mér. Hérna þurfum við rosa oft að krumpa hálsinn svona upp. Það viljum við ekki gera. Við viljum hafa hnakkann bara langan, slaka á. Teygjan bara utan á mjöðminni. Við viljum að vinna í því með hverri fráhendinu að draga fæturna nær og nær okkur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, og 10. Losum við fætur, drögum hnén alveg að okkur. Svo fram og tilbaka, nokkrum sinnum. 3, 4 og kannski 5 sinnum. Alveg sest upp, réttum úr fótunum. Við ætlum að taka stöðu sem heitir stafurinn. Það er mjög auðvitað að svindla henni og þykjast þér að gera alveg svakalega mikið með því að krumpa sig aðeins í framan. En markmiðið er svolítið að ná spennu á alla vöðvana í líkamanum, þannig við sem að kreista þá alla inn að beinunum. Þannig að sem við ætlum að byrja að gera er að kreppa ökklana, vísa tánum í áttina að andlitinu. Við ætlum að ýta hnésbótunum niður í dýnuna, spenna kálfana, spenna vöðvana framan á lærunum, spenna rassvöðvana, draga kviðvöðvana saman, ýta bakvöðvunum inn að hryggsúlunni, þrýsta lófanum niður, spenna upphandleggsvöðvana inn að beininu, vera beinin baki og halda. 1, 2, ekki missa spennuna, 3, 4 og 5. Glæsilegt. Héðan ætlum við svo að taka nokkrar frambeygir. Fyrst ætlum við að taka Paschimottanasana eða bara venjulega frambeygju, svo tökum við víða frambeygju og svo tökum við ferildið. Þannig við tökum 2 af hverju. Við byrjum á því að teygja okkur svolítið upp. Teygja okkur svolítið svo upp úr mjaðmagrindinni, kannski eitt áður en við förum inn í stöðuna. Það er að þið náið illa hallanum hérna á mjaðmagrindina til að beygja ykkur fram. Þá er gott að sitja upp á einhverju. Til dæmis að maður situr upp á kubb. Þegar maður er að gera frambeygir. Það var komin mikið betri halli á mjaðmagrindina þegar maður beygir sig fram. Þannig að það gæti verið þægilegt. Við skulum taka fyrstu frambeygina, hreyfum okkur alveg hérna upp úr mittinu, grípum hérna utanvertum fætur og gefum eftir niður. Löndum að og togum aðeins í fætur, löndum frá og bráðum niður. 2, 3, 4 og 5. Losum takið á höndunum, réttum okkur upp og skiljum höndunum niður. Flott. Röðum okkur aðeins til. Við viljum finna alveg fyrir setbeinunum. Það fætur alveg beina fyrir framan okkur. Nema ef við erum með mjög myndarlega bumbu, þá getur verið gott að hafa fæturnar aðeins í sundur þannig að hún komist betur fyrir. En hérna, yfirleitt aðlögum við okkur bara svona að því hvernig hérna við erum í laginu, því að jóga er þetta fyrir alla. Svo bara endum við að og deyjum okkur upp. Og nú ætlum við að leggja hendurnar svona yfir fætur þannig. Tærnar eru hérna upp í úlliðina. Og svo bara lefum við höfðinu að hanga niður.
4 og 5. Sleppum takinu á fótunum. Aðeins hristum fætur. Síðan ætlum við að taka víðu frambeina. Tökum við fætur bara vel í sundur. Og hérna getur líka verið bara mjög gott að sitja upp á einhverju og við viljum alveg finna fyrir setbeinunum hér. Kannski betra að sitja svona. Alright. Svona. Og ætlum að byrja á því að teygja okkur upp og leggjast svo fram. Ráðna hérna í gólfið. 2, 3, 4 og 5. Og réttum okkur og upp. Það má alveg taka hérna innanvert í fætur og toga þessu niður ef við viljum. Bara eftir hvernig liggur á. Tegjum okkur aftur upp. Leggjast fram. Sjáum hvað fyrir langt í dag. 2, 3, 4 og 5. Réttum okkur upp. Setjum svo iljarnar saman. Látum hnén falla vel út. Plökum þeim aðeins. Réttum úr okkur. Setjum svo handleggina út fyrir fætur og drögum okkur niður. 1, 2, 3, 4 og 5. Réttum okkur upp. Blaka hnjánum. Röndum að. Réttum úr okkur. Undan frá. Leggjumst við fætur. 1, 2, 3, 4 og 5. Og réttum okkur upp. Frábært. Sléttum svo fótunum. Við leggjumst á bakið og hér ætlum við alveg að tæma fæturnar af bjúg og bólgum og alls konar vesenni. Við ætlum inn á með fæturnar og svona beint upp í loft. Við ætlum að hafa fætur alveg saman, hafa ökklana krefta, tærnar vísa niður í áttina að andlitinu. Við byrja þannig. Setja hendur hérna bara niður með hliðum og þetta vísa niður. Það er létt sveigja í mjóbakinu. Við ætlum aðeins að ýta henni niður. Ekki að neina offorsett, bara svona aðeins. Nakkinn er langur, axlirnar slakar, handleggirnir eru líka slakir. Svo skulum við slaka á klettunni á bakkanum, leyfa fótunum bara vera eins og þeir vilja vera, halda þeim saman allan tímann.
saman en þeir eru samt ennþá upp í loft. Rólega niður til milljarnar í gólf. Dýnur breyta alveg í sundur. Láta fæturnar fallega til hægri, yfir til vinstri. Það var svolítið lífleg hreyfing. Svo stoppum við og við ætlum að skemmta úr okkur til að fara í slökun. Í slökun viljum við láta lófana snúa upp, hafa augun lokuð, hafa hnakkann langan, hafa vel höfuðið á okkur. Við viljum slaka á í andlitinu. Ef þið viljið sækja ykkur teppi, setja púða undir höfuðið, endilega gerið það. Þið getum haft fæturnar vel í sundur eða alveg saman, handleggina langt í sundur eða niður með hliðið. Látum líka maður ráða því hvernig það vill vera. Svo lengi sem við snúum lófanum upp og lokum augunum. Nú erum við að slaka þokkalega á. Það er staðan að virka. Byrjum á því að lengja fráhendunum okkar. Við skiptum rás í taugakerfinu, fara úr því að vera að vinna yfir í að slaka. Þannig að við endum að á 4, þá erum við að anda frá 6 til 8. Að 2, 3, 4, frá 2, 3, 4, 5 og 6. Að 2, 3 og 4, frá 2, 3, 4, 5 og 6. Við þvingum ekki andardráttinn. Við öndum bara leikandi og létt inn og út nefið. Við sem klárum andardráttinn. Innöndunin skilar sér alveg ofan í kvið og fráöndunin þannig að við klárum að skila loftinu frá okkur. Nú byrjum við að skanna yfir líkamann. Losa okkur við alla óþarfa spennu sem getur verið eftir. Við byrjum á því að krulla þess til tærnar og spenna þær í sundur. Þess að kreppa ökklana og rétt úr ristunum. Leyfa svo fótum að slaka. Við að fletja vel úr kálfavöðvanum. Við að ýta nésbótunum aðeins niður í dýnuna og aflæsa svo alveg hjá hann. Við finnum að iljarnar eru mjúkar. Ristarnar slakar, tærnar slakar, ökklarnir gefa eftir og kálfarnir fletja úr sér og slaka á. Hnén eru mjúk og lærin gefa alveg eftir. Getum ímyndað okkur bara vöðvarnir utan á lærunum, breytist í hlaup. Við slökum á framan á lærunum. Frá hnjám og alveg inn í mjaðmagrindina. Við slökum á utan á lærunum, frá hnjám og alveg upp á mitti. Við slökum á innan á lærunum, frá hnjám og alveg upp í náran og aftan á lærunum. Við fletjum aðeins betur úr mjaðmagrindinni. Spennum kannski rétt eða svoðanaður með aðeins ágang. Við finnum að
Hægri fótleggurinn orðinn blýþungur og vinstri fótleggurinn fylgir á eftir. Við finnum að neðri hluti líkamans hefur gefið alveg eftir. Við færum athyglinni inn í lófana, erum hlýir og mjúkir. Við slökum á fingrunum, slökum á handarbökunum, úlnliðunum, framhandlegginni verða þungir, hægra megin, vinstra megin, olnbogarnir mjúkir og handlegginni gefa alveg eftir, frá fingrum og upp í axlir. Slökum vel á brjóstvöðvunum, frá miðju út í axl, hægra megin, vinstra megin, gefum alveg eftir. Herðablöðin klessast ofan í dýnuna og synda bara í bakinu á okkur. Slökum á hálsinum, utan á hálsinum, frá axl og alveg upp í eyru, framan á hálsinum og aftan. Sérstaklega á svæðinu þar sem höfuðkúpan og hálsinn mætast aftan í hnakkann. Gefum alveg eftir þar. Við slökum á kjálkanum, eyrunum, svæðinu kringum augun, milli augabrúnanna, sléttum á enninu, höfuðleðrinu. Við hægjum á hugsunum okkar. Svona eiginlega bara veitum þeim litla athygli. Það renna bara einhvern veginn fram hjá, eins og við horfum á það bara sem utanaðkomandi. Við ætlum að taka smá hugleiðslu í slökuninni í dag. Við ætlum að liggja alveg slök á dýnunni og fara í huganum á einhvern stað þar sem okkur líður alltaf vel. Einhvern stað sem þannig að það eins og það sé alltaf gott veður þar. Alveg sama hvenær við komum okkar. Þetta getur verið staður sem inn í einhverju húsi. Getur líka verið utandyra, hvar sem í heiminum. Einhver staður sem við vitum að okkur líður alltaf vel. Það alltaf hlýtt og það alltaf jákvæð orka. Kannski þetta staður sem við lærðum að þekkja þegar við vorum börn. Kannski vorum við bara á þessum stað í síðustu viku og kynntust honum þá. En við skulum fara þangað núna. Og við skulum ímynda okkur að á þessum stað sé alveg sérstakt andrúmsloft. Andrúmsloftið í ákveðnum lit. Og við ráðum því hvaða litur það En það sem gerist þegar við erum komin á þennan stað, þá ætlum við að setjast eða leggjast niður á þessum stað og anda að okkur þessari jákvæðu orku og tilfinningu sem býr á þessum stað. Og leið og við gerum það, þá fyllum við líka líkamann okkar af þessum lit sem á staðnum. Þannig við höndum að, finnum fyrir hvernig liturinn og orkan byrja að fylla líkamann okkar, hægt og rólega. Við ætlum að dvelja þarna í smá stund meðan við fyllum á tankinn af jákvæðri orku.
stærri og dýpri andardrætti á þessum góða stað og klárum að fylla líkamann okkar af jákvæðri orku. Og við ætlum líka í hér og núinu að fara að koma okkur aftur út í daginn. Við ætlum að anda dýpra og svona kröftugar frá okkur. Við ætlum að hreyfa fingur og tær og ýða svona aðeins í liðamótunum. Kannski draga að okkur hnén og nutta aðeins bakið eða taka hnén og setja iljarnar í gólf og dingla aðeins til hnjánum. Eða kannski bara velta okkur beint yfir á hægri hliðina og hvila okkur saman áður en við setjumst upp. Okkur liggur ekki lífið á. Við ætlum að fara hægt og rólega út í verkefni dagsins aftur. Við ætlum að fara þangað með þessa jákvæðu góða orku sem við vonum að ná okkur í. Ég segi takk fyrir í dag. Namaste.